vorum með. Hérna í 18B, þar vorum við með rafala og 3 fasa stjörnutengingu. Setjum við hann upp hérna og jörð hér. Og síðan vorum við með 3 perur. Við skulum, það er að gera að nota hérna þetta virtual. Við komum þessu hérna bláu þáttum hérna inn með því að smella hérna á virtual. Haka við þar. Ég tók það út núna, en smella hérna virtual. Það er mjög mikilvægt vegna þess að þarna getum við stilt nákvæmlega afl. Ef við til dæmis tökum hérna inn á lagið, perurnar. Ég ætla alltaf að setja þetta á 40 watt, annars springa þær, og þetta er 110 volt. Ok, og við ætlum að hafa 3 perur eins og við vorum með. Sjá, svona, já. Og við ætlum að tengja þær í þrýning. Allar eins. Þannig að hérna getum við tengt þetta og svolítið leiðilegur hvernig það fer með til að ná í straummæli, ampimælir hérna til þess að taka fasastraum, og ég ætla líka að hafa aðalstraum. Svona. Og ég ætla að hafa spennumæli líka. Já, ég ætla að láta hann snúa svona. Ég ætla að tengja hann eftir. Nú þurfum við að breyta þessum straummælum alltaf yfir á AC. Öllum mælum á AC. Þeir koma sjálfgefið á DC. Og tökum við aðalstraumin hérna inn. Nú þessi hérna, spurning hvort þetta er fasaspennan, þessi 120 volt, 60 rið. Við ætlum að hafa þetta 50 rið og hvað fáið þið 110 deilt með rótina 3, hvað fáið út úr því? Kannski 60, við prófa bara að hafa hérna 63 volt, eitthvað svoleiðis. Svona. Já, ég ætla að tengja fyrst fasastraumin hérna í gegn. Svona. Kemur aðalstraumin hér. Og svo kemur þessi fasi hér. Og síðasti fasin, hann kemur hingað. Kannski að hafa þetta aðeins lægri spennu því að ég er ekki alveg viss. Hvað sjáu þið? Hvað segir þið? Hvað á spennan að vera hérna? 110 deilt með rótina 3. Hvað fáðu út? 63. Ok. Setja hérna 63 volt. Ok. Og nú ættum við að fá, þegar ég seti þetta í gang, þá ættum við að fá út hérna 110 volt og svipaðan straum eins og við vorum með í verkefninu. Við fáum straum á perurnar. Mælarnir eru að fara að sýna bráðum. Já. Það sést hérna að fasa eru 109 volt. Sést nú vel. Það stækkar betra svona. Þannig að perurnar þola það alveg. Og við fáum aðeins meiri straum með við sem við vorum með áður í verkefninu. Við erum með 0,6 ampere, við vorum með 0,5 yfirleitt.
þar sem við vorum með þetta og 0,29 ampere í fasaströmmum. En nú ætla ég að stoppa þetta og þið getið sem sagt þá tengt þetta upp og við getum séð í sveiflusjá sem að hérna ósílóskóp. Við getum séð sko munin á því hvernig að spennan lítur út hérna með hvernig hún leit út í frá rafalanum sem við vorum með þarna inni á feedback setinu. Við skulum sjá hvernig þetta kemur út. Það smella hérna reverse til að fá hérna sem sagt hérna flöt og hafa þetta svona. Við sjáum hérna spennan alveg sínuslægur bylgja og þá getum við gert ráð fyrir að hlutfallið milli fasaspennu og aðalspennu sé róterað þremur og líka hlutfallið milli aðalströms og fasaströms. Svona. Og þetta falleg sínusbylgja. Þá getum við prófað að reikna hérna sem sagt til dæmis ef við segjum hérna 0,361 sinnum rótin af þremur. Hvað fáum við út úr því? 0,361 sinnum rótin af þremur. Passar það? Þá fáum við 0,625. En þegar við vorum með okkar rafala og spennan var ekki sínuslega, þá fengum við eitthvað allt annað hlutfall. Við vorum með eitthvað 1,62 eða 1,57 eða eitthvað slíkt. Þannig að annarkot í lok einhvers tíma þá getum við farið með hvern fyrir sig til að klára þessa mynd inn í stofu 109 þar sem að við erum með tölur og gengið frá þessu. Þá ætlum ég að stöðva þessa upptöku